Komiði sæl. Ég ætla að sýna hvernig við byrjum á að setja í nýjustu útgáfuna af Talk bókhaldskerfi. Við byrjum á að setja diskinn í drifið og þeir sem eru með Windows 7 eða Vista stýrikerfi gætu fengið þessa valmyndu fyrst. Hér skulum við velja að keyra inn Talk Splash Exe skrána. Þá opnast Talk uppsetningavalmynd. Þessi valmynd kemur strax upp hjá þeim sem eru til dæmis með XP stýrikerfi. Ef Talk hefur ekki verið sett upp áður á vélina, þá er gott að byrja á að setja Pervasive gagnagrunninn inn með því að velja uppsetningu á Pervasive og síðan velja uppsetningu á Talk. Ef eingöngu á að uppfæra Talk er nóg að velja uppsetningu á Talk. Þegar uppsetningin fer af stað, birtist fljótlega valmynd samþykki á uppfærslu. Gott er að lesa yfir þann texta hér, velja síðan samþykkt og áfram. Nú fer uppfærsluforritið í gang og athuga hvort Talk sé til staðar á vélinni. Ef Talk er þegar uppsett á vélinni, þá uppfærast leyfiskóðarnir sjálfkrafa og þarf því ekki að slá þá inn. Annars kemur upp skráningagluggi fyrir leyfiskóða sem slá þarf inn. Ef verið er að setja Talk upp í fyrsta skipti, þá stingur kerfið upp á staðsetningu og sé Talk bók. Hægt er að breyta þeirri staðsetningu ef vill. Síðan er valið áfram. Ef nýr þjónustupakki er kominn á vefinn, þá uppfærist hann í leiðinni. Hérna birtist skráningagluggi fyrir leyfiskóða. Hjá nýjum notanda skal skrá inn Talk viðskiptanúmerið hér og eiganda þess hér og síðan skulum við slá inn leyfiskóðan okkar hérna í eftirfarandi kassa. Að lokum veljum við að ljúka við uppsetningu. Talk hefur nú verið uppfært og birtist á nýr flýtivísir hér á skjáborðið. Þeir sem eru með Windows 7 stýrikerfi gætu fengið þessa valmyndu upp í lokin og velja skal þá hérna að forritið hafi uppfærst eðlilega. Takk fyrir og gangi ykkur vel.